Já, verið velkomnir áhorfendur góðir hér í KA TV. Hér að hefjast leikur ÍR og HK í leikum 5. sætið á köllunum. Áhugaverður leikur framundan. HK kom held ég bara mörgum á óvart og gerði jafntefli við Akureyri í gær, en endaði þó í neðsta sæti riðilsins að þessum töpuðu illa gegn Stjörnunni fyrir daginn. ÍR lék á tveimur mismunandi liðum í gær, þurftu líka 2 leiki. Þeir mættu fyrst Gróttu, mættu með svolítið ungt lið í þann leik og töpuðu honum á endanum eftir samt hörkuleik og flotta framistöðu. En svo þessum sama lið er að spila hér í dag, mætti KA seinna daginn. KA vann þar 28-24 í flottu leik og verður gaman að sjá hvort liðið mætir betur til leiks hér í dag. Það er klárt mál að hvort liðið vill fara aftur söður án sigurs. En þá er þetta hafið hjá okkur. ÍR byrja leikinn. Norðlensk tenging í ÍR-liðinu, Kristján Orri í horninu, Bergvin Gíslason í vinstri skeytunni og svo náttúrulega Bjarni Friðsson þjálfari. Allt leikmenn sem að léku hér fyrir norðan. Bergvin náttúrulega uppalinn hér fyrir norðan. En þetta er komið að stað. Björgvin Holgersson gerir á þetta, Bergvin. Kristján Orri í horninu og þetta er fyrsta markið. Kristján Orri Jóhannsson gerir það. Staðan orðið 1-0 fyrir ÍR. Já, sjáum hvað Kópavogs búið að gera. Eina liðið í grill 66-deildinni í þessari keppni. Það skotir í slánað yfir. Kristján Orri skorar. Sá er klár í slaginn, búinn að skora fyrstu 2 mörkin, 2-0. HK verður smá challenge að rýna í tölurnar hjá HK. Þeir eru aðeins með lítið númer að framan, en gera mitt besta samt, sjálfsögðu. Ég segi þetta er búið skemmtilegt mót og maður er áhuga að sjá hvernig þessi leikir sæti fara hér í dag. Þetta er alltaf fyrsti leikurinn hjá köllunum. Kjölfarið leika svo KA og Akureyri 3. sætið og Stjarnan og Grótta það efsta. En við byrjum alltaf á þessum leik 5. sætið. ÍR er að byrja þetta betur. Hér kemur flott mark, geggjað skot fyrir utan og þeir verða ekki mikið þarna. Það er ekki Pétur Hauksson sem að gera þetta mark. Sýnist það. En hvað gera HK menn hér? Fá vítakast, hárrétt, vel gert. Fín hreyfing hérna og stefna hér á fyrsta mark sitt í leiknum HK. Stefán Nílsen í markinu og hann ver þetta. En hérna á frákastinu og aftur ver Stefán Nílsen. Virkilega flottu markmaður Stefán Nílsen. Mjög gott fyrir ÍR ef hann er í stöði. Bíðum enn eftir fyrsta markinu hjá HK.
Ég heldur leikurinn áfram. Eins og Írlið í smá erfiðleikum gegn K.A. í gær. K.A. vann þá góðan sigur. Sjáum hvað þið gera hérna í dag. Lítur allavega virkilega vel út og virkilega flott hreyfing hjá Björgvini Hólmgeirssyni þarna. Kemur sér í gegn og skorar 4. mark ÍR 4-0. Þeir eru greinilega vaknaðir. Breiðhyltingar. Og HK-liðir í smá vandræðum. Komur sér vísu úrvalsfæri í síðustu sókn, en það var Stefán Nílsen einfaldlega búinn að loka rammanum. En hérna kemur fyrsta markið. Vel gert. Ég vísu verða því að ég náði ekki alveg hver skoraði. En fyrsta markið er komið hjá HK. 4-1. Og það eru vonandi bara hörkuleikur. Allir leikir í K-völinu hafa verið jafnir og spennandi fyrir utan kvennaleik K.A. Þórs og ÍR í gær. Það er aukakast. Dettur úr skónum. Já, en Pálmi Fannar er komin aftur í skóinn. Áhugavert. En allt í standi hérna aftur hjá okkur. Beggi kemur á þetta, finnur ekki línuna. Og hér keiraðir hratt á þetta. Og gott mark á HK. Staðan er 4-2 og Sigurjón komin á blað. Sigurvin fyrir ekki. Þannig að það geraði hér Breiðhyltingar. Brotið á Björgvini Hólmgeirssyni reyndi klippinguna en var tekinn hérna föstum tökum. Já, byrjina stimplunina, flott línusending en gult spjald á loft. Brotið þarna á Magnúsi á línunni. Flott línusending núna og Magnús skorar. Það er að gera vel á línunni, koma sér í færi. Og þetta fer ágætlega af stað hérna. Eins og karlarnir leika eitt leik í dag. Það er að segja á hvert lið. Flest kvennaliðin spila þess að 2, en þetta er virkilega vel spilað. Og þeir minnka þetta munin í 5-3. Þessi er ekki inni. Áfram í smjörið. 5-3. HK var að koma með ágætis áhlaup hérna. Þetta er eins og klaufalegt. Missa boltan. Og Bergvin flott yfir einföld finta. Einfalda fintan hjá Bergvin er upp á 10. Og stórhættuleg, en hann færa sá sögurkast hérna. 5-3 fyrir ÍR, upphafið leiks. Þetta, já, stefnir bara í flottan leik hjá okkur hérna. Leikurinn 5. sætið. Bergvin upp, setur hann á Björgvin. Þetta gerði nokkuð sem K.A. í gær. Gerði þetta mjög vel, en Bergvin hafði ekki að skora hérna. Reynda að snúa hann.
Sigurjón í markinu. Sá við honum. Þá fá Kópavogsbúar aftur möguleika á minkamunin í 1 mark. Sendingin aðeins aftarlega og þeir þurfa að byggja aftur upp. Tempo. Flott skot og þessi í netinu. Ingi Blær sem að gera þetta mark. Kristján Orri inn úr þröngu færi. Þessi framhjá. Og Háka getur skyndilega jafna metin. Eftir erfiða byrjun þá Háka koma sér betur og betur inn í leik. Getur hér jafnað metin. Áhugavert skot, þetta í stöngina út af. Ekki viss hvort að Steffen hafi varið þetta. En áfram með smjörið og Björgvin Hólgersson þrumar í sér netið. Var akkurat að poppa upp markaþurr hjá Íringum. En Björgvin Hólgersson slekkur á því. Þetta bara mark. Ég hef haldið þetta væri ofnum skref. En áfram með þetta. Guldspjald á Pétur hérna. Og staðan 6-5. Þetta vítakast, flott finta og Pétur sækir vítið. Kristján Orri á búndinn. Skoraði fyrstu 2 mörk leiksins. Getur bætt við 3. marki sínu hér í dag. Og nei, það varið frá honum. Flott varsla. Stefán Huldar verið frá honum. Flottu markmaður Stefán og lokar hérna á Kristján Orra. Kristján Orri er mjög örugg vítaskipta. Hann hefur tekið víti fyrir bæði Akureyri og ÍR. Og vítir mjög öruggur. Það brast bólistir hérna. Hvað gera Kópavogsbúar hér? Fín hreyfing. En ágætis varðan það. Sveinn Sveinsson, hann var sterkur fyrir hérna. Hér Steffen að verja og Kristján Orri stillir sér bolta, færa sér löppina og afturlendinga þennan bolta. Hér koma þeir á staðisóttina áfram. Og hér taka þeir þá leikhlé. Já, veit ekki alveg fyrir Jón Gunnlaugur að taka leikhlé núna. HK búið að vera að spila flott eftir erfiða byrjun. Og að bendra til þess að þessi að fara að jafna metin á næstu mínútum. Þetta búið að vera fínn leikur hingað til. Eins og segi, þessi leikur um 5. setið á mótinu. Næsti leikur svo í rauninni úrslitaleikur kvennamegin. KA Þór í lykilstöðu þar. Það að mæta Aftureldingu. Aftureldingu var að tapa með 1 marki gegn ÍR hérna rétt áðan. Í kjölfarið verður svo Akureyrar slagur KA gegn Akureyri. Það verður
hörkuleikur og skemmtilegt að sjá hvernig það fer. Það er leikurinn sem þriðasettið og svo er það Stjarnan Grótta í úrslitaleik og lokaleikur mótsins er svo ÍR gegn KA Þór U kvennamegin. KA Þór U spilaði vel í gær gegn Aftureldingu, töpuðu á endanum með 3 mörkum en sýndu flotta takta og gáðu þeim hörkuleik. En hér er þetta komið aftur á stað hjá okkur. Reyna opna hornið, gengur ekki alveg. Áhugaverð sending, þetta er fátur. Gult spjald, það sem ekki vera mikil ásetningur í þessu hjá honum Magnúsi, en uppskrift gula spjaldið. Flottur varnarleikur hjá Ýringum og þeir koma hérna hratt á þetta, finna Kristján Orri og brotið honum, flott vörn. En við fannst nú ekkert að þessu. Kristján tók bara aukast í hratt, úr var dauða færi, en Sævar Árnason, dómari leiksins, hann segir þeim að taka þetta aftur. Kannski bara fínt af því að Magnús hitti ekki markið. Þeir reyna sirkusinn, Kristján Orri Jóhannsson skorar úr þessu sirkusmarki, eða úr sirkustilraun, geggja mark. Stekkur þarna vel, sendingin góð líka. 7-5 fyrir ÍR og þessi fyrirháleikur að fara að verða hálfnaður. Reyna það línusendinguna, fá aukakastið. Margt gott í þessu spili HK, en það er alltaf ein og ein feilsendingin á milli sem að drepa tempó hjá þeim og þetta skot svo í stöngina. Vantar aðeins upp á þessi gangi meira smurt hjá þeim. Annars eru þeir að spila ágætisleik. Ekki verið fast skot fyrir utan og þessi steinleikur. Blær er að standa sig vel hérna. Kemur flott skot fyrir utan en Stefán Huldar sér við þessu. Stefán Huldar er búinn að standa sig bara fínt í markinu. Búinn að taka víti og nokkur skot auki. En já, mér finnst, ég held að ÍR-liðið verði flott í vetur. Vel þjálfaðir og er að spila fínt. Þeir eru að spila svolítið mörgum mönnum með þessu móti. Þessi sendingi glórulaus. Aldrei líklega til að fara í hornið. En til að takmarka þetta dæmalið út frá úrslitum á þessu móti. Þeir eru, eins og segi, að spila á fjöldamörgum mönnum. En er alltaf með nokkra mjög sterka einstaklinga í sínum röðum. Það er rópulega smá erfitt fyrir Bjarna að velja hópinn sinn. En þetta er ágætlega gert, en Sveinn nær ekki að skora þarna. Setur inn stöngina. Gott skot fyrir utan, en Steffen Nielsen klár í slaginn. Verð þetta. Eins og ef að Steffen Nielsen verður í fullu fjöri í vettur, þá eru við í góðum málum. Hann er vísu oft átt erfitt með að halda stöðuleika út heilt tímabil. En það er kannski komið að því núna.
Björgvin fær boltan aftarlega en er að redda þessu. Opna horni Kristján Orri Jóhannsson, hann skorar. Ótrúlega öflugur og hann er að koma í aftur í 2 marka forskot. 8-6 fyrir IR. Ég segi HK. HK voru í baráttinu að fara upp í deildara bestu að síðust tímabili. Það gekk ekki, töpuðu fyrir KA í umspilinu. Hér komið hröðsáttur á íringunum og vel klárað. Það var ekki flókið. Og Daniel Gumminsson kemur sér hér á blað. 9-6 og spurning hvort að íringarnir sé að fara þeir séu að fara að ná betra tæki á þessum leik. Klukkan hefði gengið aðeins var lengi hjá okkur. Skulum laga það hér. 17:40 búnir á þessum leik. Sævar Árnason, dómari, þurrkar hérna gólfið. Hérna eru flestir í 2 störfum. Já, Jóhann Gunnar Jóhannsson vill ekki vera minni maður. Mætir einnig á kústinn. Hér erum við klárir að byrja leikinn aftur. Gerum það hér. Kemur áhuga tilraun, gengur það ekki upp. Það er fá aukastið. Ég segi HK sýndi flott takt á síðustu leiktíð en voru númer og litlir gegn KA í umspilunum lausæti í Ólíksdeildinni. KA vann það í 3-0. Ég held að þessi reynsluðum ríkari og HK held ég mjög líklegt í að fara upp. Við erum að tala fyrstu Brottinsoni hér. Já, Magnús Jónsson að fá Brottinson. Voru lengi að bregðast við á klukkunni. Þannig að við lagfærum okkar klukku bara eftir en hér eru íringar að sleppa í gegn. Daniel tæpar á skrifunum en skorar. Hér er eitthvað vesen á klukkunni. Þau voru lengi að setja Brottinson inn og svona. Við erum með þetta alltaf á hreinu hér í KA TV. Þá höldum við bara áfram hér því að við erum með alltaf hreinu hérna í KA TV-inu en þá er Ritaraborðið segja aðeins eftir en ég kom í 4 marka forskot 3 mörk í röð hjá þeim og HK í smá vandræðum 4 mínútna markaþörf komin og hún gengur eins og við sjáum í horninu. Þá opnaði hornið og þessi snúningur gekk ekki upp beint í lappirnar á Stefán Nílsen sem kemur sér þó í kjölfarið út af og ég er leikur með aukamann í sóttinni sem sé 7-5. Eggert hleypur hann inn á. Nei, fyrirgeði, 6-6 fyrirgeði. Alltaf IR sem við mann út af. Sveit kemur með ágætis.
Ógnun hérna, en er stöðvaður. Já, fín, virkilega góð hreyfing hérna, en Egger setur hann í slána. Mjög gott spil hérna, Sveinn laumaði boltar með Egger sem var á línunni. Dauða færi, en hann setur hann í slána út. Og enn býðum við eftir markinu hjá HK. Höggva hnútinn, gefur það hér. Já, virkilega vel spila. Opnaðu línuna. Og Sigurvin skorar. Jæja, þá aðlögustu við klukkunni í höllinni. 10-7 er staðan. HK loksins búinn á marki. Kristján Orri með skot. Það er varið í hárninni. Kristján sem gerði það. Verði frá nafna sínu. Þá er Sveinn Agnarsson mættur í hornið hjá Íringum. Sýndi góð taktík í gær, en nú er höndin komin upp. Kristján Orri með skot sem er varið. Stefán Huldar verð það vel. Já, og fara alltaf fullt hérna, opna hornið og þetta er geggjuð afgreiðsla. Flott mark hérna og Pálmi Fannar skorar. Minnka muninn í 10-8. Sjö mínútur til hálfleiks. ÍR leiðir hérna. Björgvin Holgersson þrumar þessi markið. Virkilega vel gert hjá Bögga. Og Skitta eins og hann má ekki fá svona færi. Hvað gera Kópavogsbúar þá? Fyrir utan þarna smá slammakefla, það verður að vera flottir og þetta er gott mark úr horninu. Sigurvin Jarl, hann er að nýta færin sem fínt. Minkamuninn 11-9, hér er allt galop á línunni og þetta er vítakast. Hárrétt, guldspjaldaloft einnig. Magnús Jónsson búinn að koma sér nokkur sinnum í góða stöðu á línunni, sækir hérna vítakast og Björgvin Holgersson tekur vítið þessu sinni. Vari frá Kristjáni Orra áðan. Hvað gerir Stefán Huldar núna? Nei, hann á ekki möguleika í Bögga. Böggi skorar 12-9.
Já, eins og þetta búið að vera bara fínasti leikur til þessa. Fín spenna í þessu. Hér alltaf áttast að línunni. En vel gert hjá Sveini Sveinsinni. Hann nær að brjóta hana og aðeins aukakast, ekkert víti. Klipping hérna, önnur og upp. Nei. Alltaf Pálmi ætlaði að taka skotið þarna en hann var stöðvaður. Þetta skot eins og var hátt yfir, ekki nefnilega gott. Steffen sér eins og var enga sendingu fram. Þau hefur tekið stutt. Opna línuna en ekki dæmt á þetta. Hér eru dauðafæri HK og þeir eru að skora 12-10 og Sigurvin Jarl er að skora. Kraftur í honum. 12-10. Þetta ætlar að vera erfitt fyrir Íðvíkan að slíta HK frá sér. Ég segi HK í deild fyrir neðan en búin að vera bara flottir þessu móti eins og þeir geru 21-20 jafntefli í Akureyri í gær í höllinni. En hér er Kristján Orri með geggjað mark fyrir utan. Ekki bara góður í horninu, heldur einnig öflugur sem skytta. En já, ég segi HK gerir jafntefli gegn Akureyri í gær eftir að hafa steinleiði gegn Stjörnunni. Og eru að standa sér flott hér gegn IR sem aðeins leiks. Vel spila á línunni, þetta er vítakast. Og eitthvað meira, já, 2 mínútna brottvísun. Magnús Jónsson uppsker hérna 2 mínútna brottvísun. IR öðru sinni manni færri í þessum leik. Og vel gert. Bjarki setur boltan hérna undir Steffen Nílsen í markinu og minkar munin í 13-11. Það fór klukkan ekki alveg í gang hjá okkur. En allt komið í réttar horfur hérna hjá okkur. Ég heldur áfram að leika með aukamannsókninni. Opna hornið. En þetta fer af varnarmanni út af, þannig að þeir eru einkastið. Setja yfirlt Eggert inn sem aukamann þegar þeir eru manni færri. Og með þess að líka þegar andstæðingar manni færri, þá bæta það við. Það er höndi komin upp. Nú þarf að gera eitthvað Kristján Orri. Sveit. Sendingarnar verða mjög fáar eftir. Aukamæðurinn komin út. Steff er komin í markið og þau eru bara að plaffa markið. Já, þetta er leiktöf. Bara hárrétt. Það er lítið að gerast í þessu. Ég er ekki á sama máli eins og þar. Bjarni og Bjöggi láta báðir í sér heyra. Sæði var reyndur í handboltafræðunum. Hann ræði máliðinu rólega við á. Hérna, þetta var agaleg sending. Ef hún hefði gengið upp þá hefði verið dauð að færa línunni á honum Kristjáni, en Kristján fekk ekki boltan hana. 13-11 fyrir IR og það er að fara að koma upp hálfleikur hjá okkur. Búið að vera meiri spenna í þessu leik heldur en ég bjóst við. Ég held að IR myndi kaffæra svolítið leikinn hérna. Hér er flott varsla hjá Stefáni Huldar en IR heldur boltanum. Hálf mínútu eftir.
Einu átt á hornið, já, bara frábær færsla á Hákavörninni, lítið að gerast í þessu og IR reyna línusendingarna gengur ekki. Nei, hún gekk að vísu á endanum en hér klárast leiktíminn. IR á aukasti eftir. Áhugavert að sjá hvað Arnar gerir úr aukastinu. Arnar Guðmundsson. Þetta var bara ansi góð tilraun en Stefán Huldar næra blakki þessu frá. Og staðan er því 13-11 IR fyrir þegar við komum í áleikinn. Tökum við smá pásu og sjáumst ferski í þeim síðari.
Já, þá erum við bara klári í síðari hálfleikinn. Hann er hafinn hér. HK kemur þetta í fyrstu sóttina í síðari. 13-11 fyrir IR og verður áhugt að sjá hvernig það fer hérna í síðari hálfleik. Eins og ég segi, mér getur svona ætlast til þess að IR myndi nú ná að sigla þokkalega örgum sigri í höfn. Þetta er fótur. Kristján Orri fær boltann og hann er að skora. Kristján Orri 14-11 fyrir IR. Sá er búinn að vera drjúgur. Klaufel þarna hjá Kópavogsbúum. Fótur á hann Bjarka Finnbogason og Kristján Orri refsaði með marki beint í baki. Þessi 60 mínútna leik þá ætti IR alltaf að vinna nokkuð samfærandi sigur. En HK var að spila mjög skynsamlega og er að gera þetta bara vel. Er að halda sér í þessum leik. Gefa IR-liðinu ekkert eftir. Kemur skotur utan en Stefán Nílsen tekur það. Og Kristján Orri í horninu og hann skorar. Þetta er bara einhver sýning hjá Kristjáni Orra. Raðar í mörkunum. Gerir það sama og í fyrri hálfleik sem hann byrjaði að skora fyrstu 2 mörk leiksins. Búinn að skora fyrstu 2 í seinni hálfleik. 15-11 fyrir IR. Og HK ekki búið að skora núna í að verða 5 mínútur. Þessu sjáum í horninu. En þá kemur þetta flott að skota gólfinu. Þessi steinleikur. Og HK heggur hann út inn. Ekki Bjarki sem átti þetta skot. Kemur Eggert inn á línuna hjá IR-liðinu. Þeir eru ágætlega settir hvað varðar línumenn. Hafa staðið fyrir sínu á þessu móti. Kemur Bergvin á miðjunni upp. Hann með skot en Stefán Huldar verður frá honum. Sendi ekki fram. En frábær varnarleikur. Og Íringar snúa vörn í sókn. Þetta er fótur, hárrétt. Og HK kemur hér í sóknina. Segir þetta búið að vera bara fínasta skemmtun þessi leikur og spenna í þessu. 5. setið á mótinu í húfi. Ég held að sé meira það með vilja ekki enda í næsta seti. Virkilega flott hreyfing og við erum að sjá Brottisson hér. 2 vinna Brottisson á Gjörn Svein. Og HK manni fleiri. 3. sinn í leiknum. Vel gert, finna glöfu þarna en Stefán Nílsen verður þarna vel frá Artúri. Gerðu vel í að opna vörðina þarna en Stefán Nílsen er feikjöflur í rammanum hjá Íringum. Kemur hér út af til þess að fá aukamann í sóttina. Bjarni Friðsson nýtir þetta mikið, þetta vopn.
og ÍR-liðið það vel spilandi að þetta ekki komið back hjá þeim og hér skora þeir. Fljótir að skipta. Steffenir komin í markið aftur. HK mætti kannski keyra aðeins meira á þetta. Staðan 16-12 hérna. Þátt fyrir að standi 17-12 á klukkunni í húsinu. Kemur ágætis spil. Þetta ÍR á þennan bolta. Að lína dæmd á HK. Nei, lína dæmd á Kristján Orra. Ég var ekki alveg alltaf með hvað Sævar var að dæma þarna. En eftir smá reikistefnu þá það HK sem að fá boltan. Fyrir nótt á hornið. Galopið hornið hinum megin. Gengur ekki, Kristján Orri stelur þessu en sendingin til hliðar ekki nægilega góð og þeir stelur hann tilbaka. Opna hérna línuna og þetta mark. 16-13. Kristján Hjálmsson skorar. Bergvin með skot í vörnina út af. Þarna hotkastið. Beggi. Settur hann á Kristján Orri upp fyrir aftur niður og Sveinn róar þetta. Kristján Orri skorar. Fannst eins og hann væri búinn að ná tökum á honum hann í vörninni en Kristján Orri náði skotinu og það endaði netinu. 17-13. Heldur áfram að vera svona 3-4 marka forskoti sem að ÍR hafa í þessum leik. HK þarf að hafa svona aðeins meira fyrir sínum mörkum og þetta skot framhjá. Töluverð fyrir utan. Og hvað gera ÍR hér? Þetta vítakast og brottvísun. Massív hrinding á bakið þarna og þetta eru klárar 2 mínútur. Fyrsta brottvísun á HK-liði. Og Björgvin Hólgersson en Stefán Huldar ver frá honum. Björgi skoraði á víti í fyrri hálfleik en Stefán Huldar ver sitt annað víti hér í dag. Sá að standa sig. Tíminn stopp hjá okkur. Aftur vesen á brottvísunni hjá þeim á klukkunni. Við heldum áfram að vera með alltaf hreinu hér í KTV. En hér hefst leikurinn aftur. ÍR í sókn, manni fleiri og með aukamann í sókninni. Það eru 7-5, 2 á línunni hérna. Ættu að galopnunda, hotnið galopi, Kristján Orri skorar. ÍR að gera virkilega vel. Þegar andstæðingurinn manni færri þá setja þær
aukamann í sóknina og í stöðunni 7-5 þá áttu alltaf að fá gott færi hvort sem það er í horninu eða á línunni. Það er svona yfirleitt þær opnaðinni sem að vera til og þeir eru líka fljótir að átta sig á hvernig á að skipta Steffen aftur inn á. HK já, aðeins held ég að slökkna á þeim og ég spáði því að ég sé að fara svolítið að sigla þessi heim núna kjölfarið. 20 mínútur rétt rúmar eftir. Höndi komin upp. Já. Já. Það sé ekki búin að tvær sendingar. Skot í vörnina og HK á þetta innkast. Það sé ekki svona 3 sendingar eftir. Þeir eru að fara að gera eitthvað. Það er ekkert að gerast. Já, leiktöf. Beggi lappa bara í gegn og skorar. Gegnumbrottsmaðurinn Bergvin Þór Gíslason nýtir að sjálfsögðu svona færi. Lappaði bara gegnum vörnina og skorar. Ótrúlega góður fintari en Beggi, en þurfti hann ekki að finta sig mikið gegn hann það. Og munur honum 6 mörk skyndilega. 13-11 í hálfleik en ég er að byrja síðara hálfleikin af krafti. Beggi gengur þarna út í Arnþór, stoppar hann. Línan svolítið laus. Það var ekki nógu góð sending hérna, reynda að setja boltan aftur í bak, niður í horn. Það gekk engan veginn. Og svona, já, mér svona smá kærleysið komið upp í HK. Og IR er að ganga lagið. Þá er skipting í rammanum hjá íringum. Adam kemur í markið fyrir hann Steffen. Adam Thorsen. En hér er Stefán Huldar að verja. Gerir þarna vel gegn Sveini. En Írinni fljótur að snúa vörn í sókn og Kristján Orri skorar 20. markið og Jón Gunnlaug lætur minn heyra það fyrir að keyra ekki tilbaka. Kristján Orri að skora svolítið úr hraðalöpum hérna og þetta eru rándir mörk að fá í bakið aftur og aftur. Já, komum að 7 mínútur frá síðasta markið á HK en hér höggvað er á nútin 20-14. Gæti hvort þetta kveikið aðeins líf aftur í HK-liðinu, ekki gott að segja en mikilvægt að missa ekki Jörgendans allt og langt frá sér þó ég er svo sem hræddur það að mesta spennan úr þessu leik sé nú farin. Ég er einfallega sterkara lið. Bergvin Þór Gíslason sækir þetta vítakast. Tekur flotta hreyfingar hérna, kemur sér í gegn og sækir vítakastið. Hún bara sveitum hver tekur það. Jæja, Björgvin Þór Holgersson
fara að taka það. Þáttur að klikka því síðasta. Stefán Huldar búin að vera 2 víti. En Björgvin skora núna. Hann fær 5 frá öllum á bekknum. Brosir út í 1 hérna. Tuttugeitt 14. ÍR að spila fína bolta. Bergur Þór Gíslason er að fá brottvísun þarna fyrir í hálstak og Bergur getur lítið sagt við þessu þó hann reynir það. Hveitum það honum Blæ. Nú er spurning hvað gera Kópavogsbúar. Fá þetta smá líflínu. 7 mörkum undir. Síðar áleikur að vera hálfnaður. En eru manni fleiri í 2 mínútur. Fá smá tempo og bolta, finna opnununa. Já, gera það, opna hotnið en það var ekki alveg klár í hotninu. Klaufalegt. Reyna að finna línuna, gengur ekki. Fótur, hárrétt og ÍR-ingarnir fá boltan. Mjög slægt hérna að menn sé ekki klárir þegar við fá sendingunni í hotnið. Þetta er bara dýrt, það er bara þannig. Þetta er kannski munurinn á lið í efstu-deild og lið í fyrstu-deildinni. Þú myndir ekki komast upp með þetta í orðsdeildinni. Kemur áhugavert mark hérna. Pétur skorar. Allir að búast við, hann myndir nú bara fá aukakastið en boltinn einhvern veginn lullaðist í markið. HK hérna 8 mörkum undir, missa boltan og ÍR-ingarnir eru bara að ganga frá sér leik. Það er bara ekki hægt að orða öðruvísi. Ég er að spila mun betur í þeim síðari heldur í þeim fyrri. Er að loka vel á sóknarterrunir HK og hafa verið að refsa með nokkrum röðum upplöpum. Sveit, hittir ekki ramman hana. Sér fram hjá. Það er á þetta. Hann sækir vítakastið. Virkilega flott, einföld finta hana hjá honum. Rykti vel til hliðar og sótti í vítakastið. Það er ennþá lífsmark með HK. Spurningu svo hvað Bjarki Finnbogason gerir á vítamótinu. Jæja, gengur hann að punktinum. Gerir sig kláran í þetta. Bjarki hérna gegn Adam í markinu. Hann hausar hann. Bjarki gerir þetta virkilega vel. Greiddi Adam hann í markinu. Stefán ekki alveg ánægði með sinni mann hann.
En einhverja hreyfingu þurfum hann að taka og Bjarki, þetta var klókur. Kemur fast skot að gólfinu og þessi er í netinu. Mjög vel gert hjá honum Arnari þarna. Var einn og óréttur fyrir utan. Þruma þess að gólfinu og þessi er í netinu. 23-15. Klukkan var ekki alveg í gangi á okkur en lögum það hér með. Já, það er að vinna þarna ansi margir á litlu svæði. Dreifar nú betur úr sér. Það er að ná að opna vörnina betur. HK. Höndin er komin upp. Þetta lítið búið að gerast í þessari sókn. Mjög fast skot en Adam sér við þessu. Hér kemur IR hraðasteinn. Reyna að opna hornið, gengur ekki. Sveinn Agnarsson núna í hægra horninu. Það var flottur gegn Gróttu í gær. Nýtti ferðin sín vel. Nú er spurning hvað ætli gerist hérna síðustu rétt rúmið 10 mínútunum. Erum við að fara að sjá forskotið aukast eitthvað meira. Það er kannski Bjarni að fara að dreifa álæginu meira með mjög stóran hóp á þessu móti. Eins og ég segi, hann spilaði í rauninni tveimur mismunandi liðum í gær. Fyrst gegn Gróttu á svokölluðu ungmennaliði í rauninni og svo gegn KA á þeim mannskap sem er búið að spila lungan úr þessum leik í dag. Ég segi svo alltaf styttist í Ólís-deildina. KA Akureyri er fyrsti leikur hér fyrir norðan. Það er einmitt ekki næsti leikur, þetta er leikurinn hér á eftir. Hefst klukkan 2. Hér í beinni, leikurinn þriðasætið. En þetta er vel gert. Sveinn er að skora. Sveinn Sveinsson. 24-15. En já, næsti leikur hjá okkur hérna í beinni á KA TV er KA Þór gegn Aftureldingu. KA Þór getur tryggt sér sigurinn á mótinu kvennamegin. Búin að vinna fyrstu 2 leikina sína. Aftureldingu með 2 stig og IR 1 með 2. Þar á eftir kemur svo KA Akureyri, leikur þriðasætið á köllunum. Þetta er vítakast. Flott barátta þarna. Bjarki fann ógnunum hana og keyrði á hana. Og sótti þetta vítakast af Harðfylgi. Hausaði Adam á hann. Hvað gerir hann núna? Situr hann undir hann. Skorar. 24-16. Öruggur á vítapunktinu á Bjarki Finnbogason. Við erum búin að mæða mikið á honum í grill 66-deildinni hjá HK. En segi ég held að HK verði einfaldlega í þeirri stöðu að þeir muni berjast við það að vera í deild þeirra bestu ári. Þó að þeir séu kannski númer á litlir hér gegn IR. En þá er ágætis lið. Ólafur Matthíasen skorar hérna sitt fyrsta mark í leiknum. Þetta er laglegt skot, undrarta skot á gólfinu. 25-17.
Hér eru við vantar að sjá Brottvísun. Já. Allt of lengi að sleppa. Og þetta eru klárar 2 mínútur. Sem þýðir það að HK manni færi hans 2 mínúturnar. Bjarni. Já, Bjarni kallar á aukamann í sóknina. Gerir þetta bæði þegar eru manni fleiri og manni færri. Þessi 7-5 hafa þeir verið að opna varnirnar mjög vel og eru líka snöggið tilbaka, þannig að þetta vopn er að nýtast þeim mjög vel, greinilega vel æft. Jæja, þau fá aðeins meira tempo í þetta til þess að fá einhverju opnun. Og galopna hornið, og þetta er vel kreatíft hjá Ólafi. Ólafur er að skora 26-17. ÍR. Já, eins og segi, þeir eru að gera mjög vel úr þessu 5-7, eða 7-5 vinna ég. Enda svo sem ef þú ert ef þú spilar skynsamlega þá á þessi staða alltaf að gefa þér úrvalsfæri. Það þekkir Bjarni. Þeir eru í smá vandræði með að finna optun hérna manni færri. Kópavogsbúarnir. Þetta er svo mjög skiljanlegt. Í er búið að vera að spila flotta vörn í seinni hálfleik. Hvað það núna, þeir eru manni fleiri. Ágætis klipping. En missa boltan hérna. Ólafur setur hana fram. Sveinn Agnarsson skorar. Eykur munin í 10 mörk. 27-17. Já, Sveinn Agnarsson. Öflugur strákur. Er að nýta sénsinn vel á þessu móti, finnst mér. Bjarni veit að því að hann getur hent Sveini út í djúpulegina. Ef að þess þarf. Það er mjög góðan hægrivartamann náttúrulega í Kristjáni Orra. Svo ætla búinn að spila líka mjög vel í þessum leik. Hér eru komið fullskipa lið aftur. Já, það fá aðeins meira flæða á þetta. Þetta er mjög vel gert. En Adam varði í markinu. Boltinn hins vegar út í innkast og HK heldur boltanum. Það var flott flétta. Bjarki náði ekki að nýta þetta. Reynir aftur núna með skot af vörninni. Þetta er hotkast. ÍR spila virkilega flotta vörn. Arnþór í gegn og skorar. Gerði þetta vel. Góð hreyfing hérna og verið klárað. Minnka munurinn í 9 mörk. Fimm mínútur eftir á þessum leik. ÍR er að vinna hérna afar samfærandi sigur hérna í síðari hálfleik. Munurinn mun minni en fyrri. Og eftir hann leiti ÍR 13-11. En munurinn á liðinu komið meira í ljós hér í þeim síðari. Nú eru fleiri ungir búin að fá sensinn hérna. Handi komin upp. Og skota gólinu. En vel varið á Stefáni. Svona Rauðningur hérna að sleppa með það. Blær. Brotið honum. Já, eins og bara svona Arnþór
heppinn að hafa ekki þessi röðningar þannig að keyrða Viktor en þetta slapp til en því heldur sókn HK áfram. Kom boltan yfir, Arthur dauð á færi, setur hann í gólfið á slánna og í kjölfarið náði þeir frákastinu og gott mark. Þorvaldur Snær sem skoraði hérna náði frákastinu. Ég segi smá erfitt að rýna í númerinn hérna hjá HK en við gerum okkar besta hérna í KTV. 27-19. Þetta skot í vörnina. Viktor reyndi þarna. Fær þarna skýr skilaboð frá Bjarna. Henda hérna upp í smá kerfi. Viktor. Það þarf að gera eitthvað. Viktor missir boltan. HK geta lagað stöðuna meira. Búinn að skora núna síðustu 2 mörk. Við sjáum hérna undir HK nafninu. 2 boltar. Það eru 2 mörk í röð hjá þeim. Ég er ekki búinn að skora núna síðustu 4 mínútur. 2,5 mínútur eftir. Og bara spurning hversu stór sigurinn verður. Brotið þarna á Bjarka. Vel gett hjá Viktor að stela boltanum en búið að flauta á brotið. Þessi sending gengur ekki upp en fár augakastinn. 2 mínútur eftir. Settir samtali í hendina. Lítið að gerast í þessu. Þá kemur þetta þrumumark. Hörku skot þarna frá Blæsa og hann að skora 27-20. Eftir að IR náði 10 marka forskotið þá eru HK búið að ná að laga stöðuna og svona aðeins að kvitna aftur á þeim. Svona eftir að IR fór að skipta svona að rúla aðeins meira liðinu sínu. Eins og vill sem þau gerast. Þetta kannski dampurinn aðeins niður þegar þú fer að skipta vinnum á mikið, en þetta vel gert. Arnar Guðmundsson gerir þetta vel. Fekk hérna ágætið skotfæri og hann nýtti sér það. Þá lokamínúta genginningar. 28-20 fyrir IR. Ég segi minni á að núna og eftir hefst leikur K.A. Þórs og afturheldingar og lokaleikur K.A. Þórs á mótinu. Með sigri þá eru það búin að tryggja sér sigur á mótinu. Við erum svona í rauninu búin að tryggja sér sigur á mótinu. Við erum í líkistöðu. Þarna varði Adam frá Arthuri. Já, ætli HK reyni ekki bara að spila út leiktímar, ná skot á síðustu sekúndunni og minnka þetta í 7 mörk. Finna línuna, nei. Þeir ná að stela boltanum hérna og hér allt galopið. Stöngin inn. Lokamark leiksins, virkilega vel gert. Ólafur Mattíasson sér til þess að IR vinnur 29-20 sigur. Áhugaverður leikur hér að baki. IR vinnur sannfærandi eftir að fyrir áleika hafði verið mun jafnari og meiri spenna í honum, en IR sýndi mátt sinn í þeim síðari og vinnur á lokum 9 marka sigur, 29-20. En við minnum á að nú að hefjast leikur K.A. Þórs og afturheldingar og svo beint á eftir Akureyrar slagurinn
K.A. Akureyri. Ekki missa neinu hér á K.A. TV. Við þökkum fyrir okkur í bili.